5, 4, 3, 2, 1. Jæja, við erum mættir aftur. Velkomin aftur. Og já, þá komið að atgerar musteri. Það aldeilis. Það heldur betur aldeilis. Ég hérna, já. Já, fyrir ekki. ég segi atgerar sigurvegarar helgamótsins. Já. Og já, sko, í rauninni þá kannski ágætt að við byrjum að kynna okkur. Já. Ég heiti Bjartur Hafþórsson, eða stundum þetta sem Sakila. Og ég er Sævar Snorra, eða Assetja. Og já, við kannski förum aðeins yfir það hvernig úrvalsdeildin virkar. Af því við fórum áðan fyrir þá sem voru hérna þá. Yfir það hvernig hérna opndeildin af því hún í 2 pörtum og það svona smá flókið. En þess að úrvalsdeildin þannig að það eru 8 lið og það eru spilaðir sem sagt 7 leikir á lið. Allir spila við alla. Og þegar því lokið þá undanúrslit sem að topp 4 liðin fara í. Held að fyrsta keppi við 4. sæti, annar sæti keppi við 3. sæti. Og svo sigurvegararnir á þeim leikjum fara í úrslit. Og já, deildin í fyrra var æsispennandi. Mjög svo. Ég held að hún verði ekkert mikið sýri núna. Nei, ég held að hún verði bara betri ef eitthvað. Já, held ég. Menn búin að fá nægan tíma til að æfa sig og sitja bara allir heima í COVID-korter, ekkert að gera. Spila bara Overwatch og njóta lífsins, sko. Já. Fyrsta mappið verður Ilios, alveg eins og í öllum leikjum í þessari umferð. Já. Spurning. Já, það er kannski ágætt að minnast á að musteri, þetta er í rauninni nýtt lið. Já, í rauninni, sko. Þetta er lið sem var í neðri deild, eða, já, opnudeildinni, en núna komið upp í efri deild. Þetta var í rauninni fyrirverandi Selir. Sem voru í efri deild. Sem voru efri, heita núna musteri, og núna heitir liðið sem hét Musteri Academy. Þannig að þeir sem voru í Selum hafa vantilega tekið að sér að kótsa aðeins í rauninni musterið sem var í neðri deildinni, sem hét þá, sem heitir núna opnudeildin. Það er mjög líklegt. Og hérna, sameinast undir þessum hatti. En flottur hattur. Já, við höfum nú, sko, ef við hugsum þetta bara sem rematch, atgera Selir, það er alvöru viðureign. Það er alveg. Þannig að þetta er alveg big, sko. Já, ég er mjög spenntur að sjá hvort að þetta nýja musterisnafn gefið þeim einhvern byrjundi vangi, sko. En já, ég hérna svona, ég veit ekki, þetta er einhvern veginn svo skemmtilegt hvað þeir eru einhvern veginn, sko, ég veit ekki, þú veist, bara stemmingin við það að koma einhvern veginn inn í þessa deild, þú veist, vera einhvern veginn undir einhverju nafni, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona, við erum bara hérna við félagarnir í bílskúrnum, skilur, eitthvað, skilur, þetta er alveg, þú veist, við erum komin núna bara hérna í stúdíó, við erum komin með, þú veist, season 3, við erum komin í, þú veist, úrvalsdeild, þetta er eitthvað. Þetta er alveg fancy, sko. Ég er spenntur, sko. Ertu með einhverja spá fyrir Ilios? Sko, ég er ekkert, nei, það getur allt gerst hérna. Já, það er bara, spurningu hvort ég sjá einhver hogpicks eða eitthvað upp á að krækja menn út í velið eða eitthvað sliðis. Já, ég sé fyrir mig Lucio. Já, það er kannski mjög líklegt. Og ég ætla ekki að föru. Það er svona, þess að 2 heitir sem ég býst að sjá. Ok, já. En já, við getum farið að koma okkur hérna inn á Ilios. Já, dem okkur í það. Þá sjáum við hérna að atgerðarnir verður að fara dýfa bolti. Þannig að mustir eru með aðeins annað, dýfa og Roadhog. Roadhog er kannski ekki oft
spilar, nei, á það breyta því, Já. mitt. Bjóst við eitthvað svoleiðis. Sýnist Musteri ætla að, já, teleporta út úr spawni hérna. Capture the objective. Eða hvað? Jú, Jú. gera það, skipta yfir í Tracer. Nei, gera það ekki neitt, þeir eru ennþá með hana. Symmetran er ennþá inn í Musteri. Já, það er rétt. Atgera skipta yfir í Musteri Tracer. eru þá undan á pointið. Og þá verður spennandi að sjá hver tekur yfirhöndina hérna í fyrsta bardaga leiksins. Helios Ruins, fyrsta map. Musteri eru með fleiri á pointinu eins og er. Það er bara því hinnir eru að halda sér utan og Musteri ná að kappa það en Rungi tekur hérna Franki út. Sjáum við Krissa. Gummi Coleman orðið virkilega lár en sleppur með skrekkinn. Nei, hann gerir það ekki. Hann var hílaður en Krissi bara skaut hann í hausinn og breyti ekki neinu. Hins vegar er pulsebombið að detti í hús hérna hjá Aroni. Út kemur það. Finnur Franki. Greiði Franki verður fyrir. Þá eru atgerar konum með pointið. Krissi er að detta í dragan sína. Það var þægilega afgreiðsla þarna. En já, ágætt hjá Musteri að ná að kappa pointið, hann að bardaginn. Á meðan bardaginn var í gangi þá voru þeir að fá tikk allan tíman á meðan. Þá verður gaman að sjá þeir halda symmetrunni hérna í Musteri. Krissi hendur dregunum út. Spyrvan dettur út af mappinu. Já, þú veist dettur, Hammond. Þetta var alltaf út af. Hérna kemur últið frá Varian. En SKP. Vá. Sýnist atgerar vera með þetta undir ágætiskontról einmitt núna. Krissi sterkur á sem Hanso. Og við erum með bæði tankvöldin hérna hjá atgerum. Og stýttist í transi líka. SKP líklega til þess að henda í eitthvað sniðugt hérna. Já. Koma út. Nei. Nei, ok. Þannig að aðeins að tísa. Stríðnispúkinn SKP stendur fyrir skop. Mikill grínari. En hvað gerist núna? Út koma mænin. Það er skemmtilega gert að Thunder Thor hins vegar. Svarar bara vel fyrir þetta. En mér sýnist atgerar samt vera að ná að taka þetta. Já, já. Og gera það bara nokkuð þægilega. Notuðu reyndar 3 últ í það. Það er alltaf læg, því að þeir sitta ennþá á einu últi og Musteri sitta ekki á neinu. Sitta á einu líka. Já, en bara 16-15% eftir þessu rándi ef að atgerar ná að halda þessu pointi. Síðasta tilraun fyrir Musteri til að ná að snúa sig við hér. Jæja, Aron finnur Gumma Coleman. Varian komin yfir á Reaper í staðinn fyrir Sim. En, jú, nær að finna Avi en á meðan eru 2 teknir út í Musteri. En Musteri eru hugsanlega að ná að gera eitthvað hérna. Rungi missir mekkið. Aron gæti þurft að bakka eða hvað? Já, mér sýnist það nú Krissi tekin út á pointinu og þá eru Musteri búin að ná að snúa pointinu við. Spyrjum reyndar ekki mekki. Tekur SKP bara út samt. Stýttir nú samt í mekkið. Já, mjög stutt í það. Sjáum hérna Tracer að læðast. Drepur Sparrowinn. Ó, vel gert. Akkurat þegar hann fekk mekkið. Núna þurfa atgerar bara að ná að vinna eiginlega 1 bardaga. Koma aðra sprengjur frá SKP. Spurning hvort þeim texta. Musteri er hérna með 2. SKP mænin á pointinu finna samt targetið og já, mér sýnist atgerar nú vera að taka þetta. Búm! Kemur hann niður. Spyr hún 1 á pointinu. Últar. Fær nýtt mekk en kemst ekki í það. Og já, snertir Gilli. Það dugur ekki til. Aðeins og snemm bomba þarna hjá Runga. Það var enginn kominn á pointið. En þetta virðist samt. Úff, þeir eru að ná að snerta hérna trekk í trekk hjá Musteri en það dugur ekki til. Og niðurstaðan hérna 1-0 á þessu mappi. En maður þarf 2 stig til að vinna mapp. Það verður gaman að sjá hvað Musteri gera til að svara þessu.
allavega voru hættir við symmetruna. Já, voru ekki lengi að skipta. Nei, tóku 2 bardaga og sáu svo að þurfti að gera eitthvað, fóru í Reaper. En taka symmetruna aftur núna, spurning hvort alltaf, þetta er reyndar töluvert betra point fyrir symmetru að mínum mati. Þú ert innan hús, getur sett upp hreiður á pointinu, ert fljótar á pointinu með sim, einmitt við sjáum Atgeir að fara líka yfir í sim. Sjáum ég að Torbjörn kom út í Gumma Kólmann. Hann er reyndar lunginn á Torb. Hann er bara lunginn. Já, við lunginn. Aron skiptir í Tracer, hann var bara að teleport út á spáni en Varian heldur symmetrunni. Teleporta upp á hægrandið hjá Atgeirum. Frank í bóksinn í vondri stöðu, er tekinn út. Spurning hvað Musterinn á að gera hér, Spyrúin er mjög lár. En já, Thunder Thor, Gummi Coleman falla hérna, Spyrúin líka. Krissi er alveg annars brí hérna. Og Atgeirarnir gera þetta bara nokkuð þægilega, snirtilegt hjá þeim. Og ná að kappa pointið. Rúkin er að fá mekkið fyrir næsta fight. Það er mjög heppilegt. Og hérna koma Musteri fullri ferð inn á pointið. Sjáum SKP er komið með sprengjur. Spurning hvernig fyrir að nota þær. Musteri er Nú að koma halda þessu nokkuð vel. Eru þéttir, er erfitt að komast inn í þetta. Og hreiðrið komið á pointið. Það er spurning hvort þetta sé nóg til að snúa þessu við hérna núna. SKP í vandræðum og Franki og Varian taka hann út saman. Bob er mættur í Svo kemur slaginn. Bobbin út, það skiptir ekki máli að því að það er alltof mikið damage að koma út úr þessu symmetri á Varian. Sýnist, já, Musteri eru í ágættismálum hérna. Krissi reyndar nær að taka Gumma Coleman út en Spyrúin klippti pulsebombið þarna frá Aroni. Geggjuð dífa. Ég talaði með áður hérna Season 2 hvað Spyrúin er ógeðslega góð dífa. En já, Musteri náði að kappa pointið og er að komast upp í sömu prósentu. Eru búin að ná yfirhöndinni hér núna. Hérna sjáum við bombuna frá Spyrúin. Þessu bara í skjól og finna nýtt mekka en Atgeirarnir er að ná pikkunum sem þeir þurfa. Spyrúin kemur á pointið en missum ekki strax og þá eru það Atgeirarnir sem kappa pointið. Og fá að sita á okkur multimina. Komið með Pulse Bomb, Bob og Minefield. Og meðan Musteri sitt ekki neinu. Gummi Coleman styttist í Molten Core. Bara passa að Rungi grípi ekki of mikið að því. SKP, skopparbolti. Skopp, já var þetta skopp? Ég sagði skopp, ég Já, er það ruglaðist. Jæja, kemur Molten Core út. Og Gilli í stökustu vandræðum hana. Með pressuna frá Bob á sér. Pulsebombi komið aftur hjá Aroni en þarf líklega ekkert að nota það núna. Því Atgeirarnir eru bara í það góðum málum. Spyrúin lendir í vesenni hana. Og Svaka Aron leikur í gangi hérna. ætlar ekki að leyfa Thunder Thor að komast aftur í spónið. Skemmtilegt hvernig hann nýtir sér mappið hana fyrir utan það. Aron að nýta sér vertikaldið sem að Tracer fékk hérna daginn. Þetta eru mjög skemmtilegt að sjá hann gera þetta. En núna verða Musteri að gera eitthvað stórt Sjáu hérna. þetta Pulse Bomb. Síðasti bardaginn, geggja dínamít frá Krissa. Pulsebombi kemur út frá Aroni, finnur Gumma Coleman en Franki finnur Aron á meðan. Kemur Shatterið, mænin, það er allt að gera, spriggúltið, soundbarrierinn. Það er afar blátt núna. En Atgeirarnir eru hreinlega að rústa þessu í þessum bardaga allavega. Og taka hérna fyrsta mappið 1-0 Atgeirar. Bara heldur örugglega. Virkilega örugglega myndi ég segja. Allavega með þennan síðasta bardaga. Já. Sjáum Avi hérna með Play of the Game. Skemmtilegt. Tja. Ná sjáum við, stærðin skiptir ekki máli. Það er hárrétt hjá þér. En já, næst er þá á dagskrá eitthvað sem að Musteri velja. Já. Ég hef ekki hugmynd Það um hvað getur verður. verið hvað sem er Það getur nema verið nákvæmlega þetta mapp. Allt nema Ilios. Já, fyrir það sem voru ekki hérna á hana þá virkar það þannig
að liðið sem að valdi, sem sagt, liðið sem tapaði, það fær að velja mapp sem er spila næst og núna má það vera hvaða mapp sem er, nema mappi sem var verið að spila, en eftir þetta ránd þá má það ekki vera af sömu típu á mappi sem verður valið núna. Hljóma kannski flókið þegar ég segja þetta allt í beit, en þetta er ekki svo flókið. Það bara má aldrei velja sama mapp og er búið að koma og aldrei sama game mode og síðast. Það er ekki flókið. Nei. Svo er síðasta, það er map 5 og það verður alltaf að vera control. Ef maður kemst svo langt, það er ekkert alltaf sem það gerist. En þannig að, já, það er svona alltaf gaman að sjá sko, eins og við höfum verið að gera bara með okkar lið. Þá höfum við valið svona kannski eitt map sem að ekki allir er að spila alltaf. Það er allir að spila Kings Row alltaf. Það er allir góður að Kings Row. Það er allir góður að Kings Row. Þannig að auðvitað þá græður á því að æfa það, en þú verður að eiga eitthvað svona trick up your sleeve, að þú veist alltaf að það er allir góður að Kings Row. Þannig að það er mjög gott að velja eitthvað svona 2-3 möpp, æfa þau vel, hafa þetta möpp sem eru ekki jafn vinsæl á Kings Row og þá getur þau svona einhvern veginn, fengið svona smá advantage ef þú tapar mappi og þá getur þú valið eitthvað sem að þú veist að liðið þetta er sterkt í. Já, það er alls ekki vitlaust. Næsta mapp. Er það Hanamura? Já, það er Hanamura. Lýst vel að það? Og já, það er 2CP mapp. Við sjáum nú ekki svo mikið af þeim hérna. Nei. Ég er mjög spennt fyrir því. Það er eitt af mínum uppáhaldsmöppum. Já, það er mjög skemmtileg mapp. Það er virkilega gott mapp finnst mér. Það eru mjög margir sem eru á móti þessu game-móti. Ég elska það. Ég er 2CP kall. Já, þetta er bara líka mjög skemmtileg mapp. Ég held að það sé vinsælasta 2CP mappið að ég held. Það getur verið. En já, ég veit það ekki sko. Það eru sumir sem eru hardcore Volskaya. Já. En ég ætla að sko, það er ekki Horizon. og það er ekki Paris. Þannig að, ég veit ekki. En við já, ég veit ekki sko, mér finnst mjög gaman að spila dífu á seinna pointinu á Hanamura. Þetta er mikið high ground. Það er mikið high ground sko. Það er bara, þú ert alltaf að vera að fara og kontesta eitthvað, nýta eitthvað niður. Já. Styttist ég að við förum bara inn á Hanamura. Og við erum mætt. Atgerar, Musteri. Mér sýnist að Atgerar ætla að verja með double shield. Já. En hins vegar með Aron á Echo ætla væntanlega að dæfa baklínuna með Echo til þess að reyna að valda smá islam. En svo er Musteri með Bastion, heldur það haldið því? Heldur þetta sé bara mím? Ég veit það ekki. Með simmetruna líka sko, það gæti alveg verið að þau nota simmetruna til að koma teleporta inn á pointið og... Já, einmitt. Já, ætli það sé ekki planið hérna. Og þeir svissa. Að fara bara beint inn á point og bara tæta það í bakið. Já. Gummi Kólmenn greinlega öruggari á teleportinu. Já. SKP, by the way, var einu sinni óklokkar. En sem sagt, hét það áður fyrir þá sem að þekkja til. En á hvaða skopið ætti betur við hann. Hérna sjáum meiri segja hvaða cursorinn er að nota. SKP sér vel við hann hérna. Já, en teleporterinn, það komur samt allir í gegnum hann. Já. Það var mjög vel útfært. Maður er ekki oft sér teleporter á þessum stað. Nei. Og hérna er Gummi Kólmenn orðinn lár. Og fellur, Snorri tekur hann út. Franki næstum því búinn að ná pinninu en Gilli bjargaði einhverjum hana. Sá ekki gera þar. Og það er bara detta í ult hjá Gilla. Já, hann er bara komið með gluggan og... Kannski gæðist smá fyrir okkur. Já. 3 mínútur á klukkunni. Það er engin annar jafn nálægt ulti. Gummi Kólmann komin yfir á Hanzo og var í að ná Makri, nei, Cassidy. Út kemur glugginn. Glugginn frá Gilla. Spiroinn þrýstir mikið á Aron og næra að taka hann út en missi mekkið. Hugsanlega þessi virði samt. En Musteri er í ágætismálum. SKP með skemmtilegt Gravitar Flux. Hörðu, og hann nær remake-killuna á SKP. Já, rétt. Já, Musteri virtust á tímabili ætla að
taka þetta en einhvern veginn mistu dampinn. En Atgerar eru núna með 3 ult og Musteri ekki neitt. Já, sjáum hérna, Hammond kom út hjá SKP, vantar alltaf að koma sér hratt inn í bardaðan aftur. 2 mínútur, glugginn kemur út frá Snors og skemmtilega vingill. Gummi Coleman finnur Aron, Spyrúin missir mekkið. Þetta er erfitt. Sjáum hérna, Þessi dínamít frá Krissa eru pressa, þó að þetta hafa reyndar ekki alveg sprungir hann tíma núna. já. Kemur Bobbin. Krissi finnur Spyrúin. Gummi Coleman! Gummi Coleman, útkoma dreganir. Og Aron finnur Franki hérna, Krissi finnur Thunder Thor. Var hann eins og nær SKP en Aron. Aron hendir sér í Baptiste kopið. Og þá er það bara út af mappinu. Varian. Gerir ekki mikið einn. Lítur ekki alveg nógu vel út fyrir Musteri en eiga þá 2 ult núna. Styttist í nokkru viðbót. 60 seconds remaining. Musteri með mínútu til að ná þessu pointi. Þau ná því að fá þeir meiri tíma til að ná pointi nummer 2. Kemur út bongoð frá Runga, það er engin miskun. Franki hins vegar með sjatterið, Aron og Krissi finna svo hérna, Atgerar eru bara með allt í lás. Það er ekki séns að Musteri fá að taka þetta point. Þetta alveg bara læst þessum dyr. Já. Hérna. Þessi hurðin í tjókinu. Já, ég meinti það. Já. En hérna, nú er Varian bara að sitja svolítið lengi á þessu deadline. Já, og ekki góðri aðstöðu til að nota það einhvern veginn. Af því að, defenderarnir horfa allir í áttina sem hann er. Gummi Coleman hins vegar reynir að finna eitthvað hérna en SKP sér við honum. 7 sekúndur. Ná Musteri að snúa þessu hérna við, sér í hag, Rungi finnur Franki. Varian hendur í þetta, finnur Krissa. Það gæti verið stór, Krissi er geggjaður leikmaður. Spyrún hins vegar heldur í bombuna. Finnur engan, Rungi nær svo taka nú til að reyna að klíra í mekki. Thunder Thor hangir á bláþræði og fellur við. Og þetta virðist vera búið, þetta attack. Já, Atgerar halda þessu virkilega vel. Þetta er erfitt að ná að jafna þetta. Já, algjörlega. Þetta er það sem við kallum full hold. Það sem þeir náðu ekki einu sinni 33% af pointinu. En þá er það round 2. Þá er komið að Atgerum að attacka. Hvað heldur þú að þeir gera hér? Ég held að fara ekki í teleportinstáttið. Nei. Já, spyrir hvort það fara ekki bara dive. Það var ekki verið svolítið öflugir í því. Eða double bubble, eitthvað svona. Eitthvað þannig. Þurfum náttúrulega ekki að ná miklu. Nei, það er sniðugt núna að eiga mikinn tíma að byggja upp bara einhver impactful ult og reyna bara að klára þetta í einu. Já, við erum alltaf ekki ætla að halda bardaðanum gangandi lengi með 2 offhealera. Það er rétt. Það er bara að keyra sinni í það. Musteri svo með Orisona. Ætla að hafa Soldier á high ground og As. Og Gilsi hugsanlega þarna ekstra með Soldier'num. Thunder Thor að damage boosta Gumma Coleman. Það verður eitthvað. Gummi Coleman er hættulegur. Og getum séð núna að þeir ætla í Atgerum að vera með einmitt Sigma og Hammond. Þurfa bara 33%. Musteri verða að halda og halda vel. Það má ekkert fara úrskeiðis í vörninni núna. Gummi Coleman. Dínamítið finnur engan. Sér Chris að klíra upp í gluggan. Þvingar hann niður. En já, kemur pressan frá SKP. Chris eins og að tekin út. En Gummi Coleman misti Thunder Thor hana. En þá nokkuð jafnt. Spyrún finnur Aron. Gummi Coleman virkilega lágur á lífi. Spyrún reynir að verda hann með DM-inu sínu. Og mínúta strax búinn. Það er alveg séns.
Varian finnur runga og já, supportarnir hérna hjá Agerum í óþægilegri stöðu. Einir einhvern veginn eftir hérna frammi. Avi tekin út og þá er það bara Snorr sem er hérna og er tekin út líka. Þetta er Það kostar dýrkeypt. tíma. Þetta er alveg hálf mínúta eða eitthvað sem fer í þetta. Og einhvern veginn strax er þeir bara að verða hálfnaðir með tíman. Þetta er hálfa mínútu viðbót. Þá kemur glugginn út frá Gilla og Franki setur skjöld fyrir hann til að geta staðið bak við gluggan. En damage boostið er ekki búið þegar Franki er að detta í bongotólmanni sinnar. Já, það styttist í það. Og Gummi Coleman er kominn með bobbinn. Spyr hún eins og er alveg að missa Mac. Já, það kemur að því. Og þá koma últin út. Gummi Coleman finnur Aron. Kemur Væsorinn. Gummi finnur Snorrs líka en Krissi tekur Varian út áður en það er að nota Væsorinn. Almennilega. Musteri ennþá í ágætismálum. Þannig. Agir að taka ágætis rotation hérna. Það er spurning hvað þeir eru að gera. Já. Koma hérna í hliðina á þeim. Krissi hendir í Væsorinn. En ég veit ekki alveg, já hann er þarna fyrir framan pointið. Vel hitt Tekur Gummi. Aron út. Það er erfitt að hitta Tracer á ferð. En Gummi getur það. Hvað þá í hausinn? Já. Agerar eru alveg að vera komnir, já. 2-0 fyrir Agerum. Náðu að snúa þessu sér í vil hérna. Þetta var gríðarlega sterk vörn sem sett upp þarna hjá Agerum í fyrirlutanum og fóru svo. Algjörlega, og Musteri virtust alltaf halda þessu alveg ágætlega í alla til að byrja með. Já, svo kom rotationið þarna. Þannig að sjáum við runga með bongotrómana niðri. Já, en við sjáum að einmitt, þeir voru í smá vandræðum, þarna Musteris menn. Já, bara miklum vandræðum. Já, náðu einhvern veginn ekki alveg að brjóta vörnina. Það sem við sáum þarna Ageran að gera var að þeir tóku rotation þarna aftur fyrir. Þannig að þeir stýrðu sideline-unni svona örlítið meira af því að eins og Gummi Coleman sem var þarna upp á high-groundinu, hann sá þá ekki. Þannig að hann gat ekki sett pressuna og einhvern veginn þá féll þetta allt svolítið sjálft sig. Já, það er sem ég reyna að segja. En hérna, já, einmitt. Þannig að það verður gaman að sjá hvað Muster reyna að gera núna. Geta ekki valið 2CP map aftur. Nei. Það verður að fara í eitthvað annað. Já, ekki Ilios, en megi að fara í King of the Hill. Já, eða Escort. Eða Hybrid. Já. Eða eitthvað. En já, ég veit ekki alveg, sko, ég er með pælingu. Já, hvað? Ef þú myndir svona eiga að giska, hvað er til mörg möguleg kombo, með giska líka í chatinu, hvað er til mörg möguleg kombo núna við erum með, þú veist, það eru 2 hetjur í hverju hlutverki, 2 supports, 2 DPS, 2 tankar, Já. ok, hvað er til margar mögulegar uppræðanir á liðum, sem sagt, hvað getur verið með margar samsetningar á 6 leikmönnum? Hvað, svona, bara að þú myndir koma með eitthvað gísk? Ég held að sé ansi mikið. Já, komdu með gísk. Ég er ekki svona góður í stærðfræði, sko. Nei, þú þarft ekki að vera. Við erum bara svona, hver er tilfinningin? Þetta eru 32 hetjur í heildina, 2 í hverju hlutverki. Ég ætla að fara með bara, 153 samsetningar. 153 ár? Já, já. Ok, Hví það er vel rámt hjá þér. Já, mjög grunaði Þú það. ert svona, basically, sko, ef að þetta er línan, Já. þú ert basically í gólfinu, sko. Nú, er það meira? Er það meira? Það eru 639.000. Já, sæll. Ok, svo erum við hvað annað, málið er, ef þú hugsar svo hvernig þetta var áður en að það var skipt upp í hlutverk, Já. það sem að voru 32 hetjur, eða þú veist það var ekki komið, jú ég man það ekki, það voru vantað kannski 1 eða 2 þegar þessi breyting kom. En hvað heldur að hafa verið, ef við erum með 32 hetjur og við fáum 6 teammates, hvað heldur að sé margar uppræðanir þar? Meir en 2000. Já, tölur meira en 2000, sko, ég vil sammála því. Já, bara segðu mér það bara. Já, komdu með tölu, ég vil sjá tölu.
Tjattið, komdu með tölu, hvað haldið? Þú veist. Fæ ég eitthvað ef ég giska rétt? Ég skal gefa þér þetta á kemman. Nei? Nei, já, ok, ég skal gefa þér, já, ég get Já. gefa þér sleikju og eitthvað. Þú veist, Ok, já, það er dill. Ok. Hérna, má ég sjá tjattið? Já, við getum ekki gefið þér þannig. Ok, 4593 Heldur það séu færri? Nei, færri. Þú sagði 4.000. Já. Það voru 600.000 áðan. Ha, what? Ok, ég skal segja þér það. Já, ég Þú- bara, Já, það er ekki allir, þú ert skarpur í ýmsu, ég er skarpur eins og ekki í tölum. ekki þessu, já. Æ, þú veist, litir og svoleiðis. Já, ég hef gaman að tölum, sko, og landafræði. En, nei, ég hef gaman að landafræði. En hérna, já, ég er mikill tölukall, sko. Ég er Excel-kall og svona. En allavega, sko, ég man ekki nákvæmlega töluna, en það er meira en 600 milljónir. Já, ok. Þannig að, basically, ég held að það hafi aldrei verið spilaðar allar uppræðanir sem er hægt að spila af hetjum í Overwatch. Það er örugglega cirka núna, Já. eftir að Rollqueue kom, en þegar við vorum með 32 hetjur og gast valið hvað sem er, þá voru 600 og eitthvað miljón möguleikar. Það er svakalegt. Það er ógeðslega mikið. En það er líka rosalega mikið af fólki að spila leikinn. Já, það er rétt. Herðu, við hendum í eitt highlight og tökum okkur örstutta pásu og komum svo aftur og horfum á map 3. Það við bara sjáum okkur eftir það. Jæja, við erum mættir aftur. Þá er ekkert eftir neina að bíða, held ég. Nei, ef ekki bara skella okkur í næsta map. Það held ég. Ég er endur ekki búinn að fá upplýsingar um hvaða map það er. Já, ég er mig grunar að sé Volskæja. Þið gruna það? Mig grunar það. Mig gruna að það sé ólulegt að þið vorum á Hanamura. Það er rétt hjá þér. Já, ég held að Já. það myndi ekki virka. Já. Þannig að það hlýtur að vera eitthvað annað. Já, kannski skulle það vera Hollywood. Já, ég held að það sé Hollywood. Ég er full að trúa því allavega. Já, við keyrum okkur þá inn á Hollywood eftir smástund og já, við höfum mikið séð Double Bubble vera að spila þar. Já, þegar þú segir það. Það er mjög, allavega var vinsælt fyrir einhverjum tíma síðan. Já, Það er náttúrulega búið að breytast aðeins. Það er náttúrulega ekki eins mikið spilu núna og hann var þá. nei, það er rétt, það er rétt. Það gæti verið að, sko, ég séð líka menn fara á attackinu Já. inn aftan í gegnum, veistu hvað er að tala um? Surveillance herbyggið. Já, inn þar í gegn, koma aftur fyrir aftan, taka hægrandi fyrir aftan defenders. Já, einmitt. Já. Erum við demum okkur inn game? Jæja, þá sjáum við að atgerar byrja í vörninni. Og ætla virðist að taka hérna double shield. Double shield, það var það sem ég vildi sjá í opnudöldarleiknum sem við horfum á áðan. Þá vildi ég sjá Sigma og loksins fekk ég óspinnu uppfyllta. Og sjáum við SKP á Sigma. Og já, það er þá Musteri sem að taka spurning hvort að atgerar ná að setja upp jafn mikið, já, ég bara rosalega lásur gerð á þann. Náttúrulega bara fengi ekki einu svona tikkarna hjá Musteri. Já, við skulum vona það ekki Musteris vegna. Já, ég er sammála því. Franki Broxin í sljókustu vandræðum minna. Já, það er góð pressa þarna. Nú er Avi komin yfir á DPS og Krissi komin á Sen. Og já, Musteri komnir inn í herbergið með öryggismyndavélarnum. Spyruinn virkilega lár hérna fyrir á mega væntalega. Já, Snors er að fara að detta í glugga. já, Gummi Kólmar að reyna að vinna bardaga sem hann getur líka unnið það því að Aron er baku skjöld. Mjög erfitt vinna það. Og hann finnur hann samt leið og skjöldunni hverfur. Finnur hann Aron í hausinn. Kveikir í Orisinni í þokkaböld. Já, Avi með hammerkillið á Spyruinn. Það er geggjað. Miklu minni hamar á Torbjörn heldur en Reinhardt. Það Alveg skiptir ekki gaman. máli, við erum búin að ræða þetta. Það er hárrétt hjá þér. Hérna kemur Bobbin frá Gumma Kólmann, setur pressu á pointir. Stendur þetta ekki á pointinu en setur miklu pressu. Hins vegar eru Avi og félagar fljótur að taka hann út. Glugginn kemur þá út frá Gilla. Og já, samt ekki mikið að killum, segi ég og þá tekur SKP Spyruinn aftan frá. Og svo Gumma Kólmann í kjölfarið. SKP, þetta er Sigman sem ég vildi sjá. Með kill participation á 5 í röð.
Krissi með doppelkillið á Zenyatanum segi ég. Mikið að últum komin í hús hjá Aggirum. Já, Aggirar standa sig nokkuð vel á þessari vörn. Það eru bara 2 mínútur eftir á klukkunni. Musteri þurfa að fara að gera eitthvað. Thunderthor er með ult, Gummi Kólmann með gott dínamít. Klókur að komast alltaf á bak við skjöldin. Sjáum við að Varjan er að detta í EMP. Það spyrir hvort að það hjálpur þeim að brjóta upp þessi vörn. Já, það geti vel verið. Hins vegar kemur út bongo frá Runga. EMP-ið er En komið út. EMP-ið og Valkyrie. Bongo er farið en FKP tók Varjan út. Gummi Kólmann er ekki alveg að finna piki sem er að leita að. Aron með dínamítið. Hittir ekki. Gummi Kólmann fókusar á turretið. Spyrun missir mekkið. Kemur upp bobbin. En SKP með fluxið. Mikið af hlutum í gangi hérna á Aggirum. En það þýðir bara eitt. Musteri verða með úlst yfir höndina næsta bardaga. Já, og vel það sýnist mér. En hafa bara mínútu. Þeir verða eiginlega að fara að gera eitthvað núna. Sjáum hvað setur. Kemur út bongoði frá Franki. Og góð pressa þetta frá Gumma. Neyðir Afi til að bakka. Musteri sitja enda á 2 últum. Og þarna kemur eitt þeirra. Bomban frá Spyrúin sem að hugsanlega, já, nær mekkinu og Krissa sem skiptir öllum meila máli. SKP með góðan stein þarna. Díva getur ekki blokkað hann. Þá er spurning. Spyrúin missir mekki hérna. Gummi Kólmann mjög nálægt í að ná pikki en kemur ekki alveg. Aron heldur ennþá í lífið sitt. En með sýnist Musteri ætla að taka þetta. En þetta er vel tæft. Það er ekki mikill tími að vera að standa á pointinu, Franki. Ekki fara á því. Franki tekinn út og Varjan líka. Þá verður Gummi Kólmann að snerta. Og ressið á Franki, þetta getur verið risastórt. Hins vegar eru Aggirar bara að leika sér að þeim. Nei. Aggirar léku sér bara að þeim hana. Og Afi fagnar með því að spraya sós út um allt. Og nú eru Musteri komnir í hann krappan. Þetta er ansi erfið stað fyrir Musteri. Þeir verða að halda þessu allan tíman og þá fá þeir jafnteflið sem gefur tækifæri að fara í annað mapp og þeir þurfa að vinna það og fara í annað mapp og vinna það og fara í annað mapp og vinna það. Það er mjög erfitt. Það er vel erfitt. En skulum ekki segja aldrei. Nei, og það gefst engin upp í þessari deild. Við höfum séð það áður. Það getur allt gerst. Musteri eru með öflugt lið, skemmtilegur hópur og ég hugsa að þeir geti algjörlega haldið þessu alveg út. Sjáum hérna hvað þeir pikka. Fara bara í svipaða hluti og Aggirar voru að gera, en Aggirar fara í double bubble sem ég var að tala um áðan. Það er náttúrulega miklu vinsælla á attack, gleymdi ég að taka fram. En þá er væntanlega strategían að Rungi stendur svolítið, lætur skjóta sig, byggir upp nanoði hjá Snors og stekkur svo inn með búblu og nano. Stuðar þá. Hann stuðar þá til dauða. Er ekki allir í stuði? Heyrðu, Musteri með Gumma Kólmann ennþá as. Varjan á Cassidy. En halda Afi á Torbjörn attackinu? Já, það er enda mjög áhugavert. Það verður gaman að sjá hvernig tækla það og svo er Aron á Genji sem funkar reyndar mjög vel með Winston og Sarju. Þau dæfa með Winston og fengi búblu ef hann lendir í vesenni. Krissi heldur sig á Zenyatta. En hér sjáum við Musteri upp á high ground. Gummi Kólmann nær ekki alveg að finna neitt með dínamítinu. SKP reynir að byggja upp charge sitt á meðan. Gummi Kólmann með Gummi Kólmann. Rungi fítaði aðeins svo mikið. Fítaði sjálf sér til dauða. Og já, þetta er eiginlega bara svolítið poke sem er í gangi hérna. Ekki mikið að pikkum en já, Aron er reyndar í. Hann er svolítið að kitla Musteri í bak. Hann er aðeins að leika sér að þeim og Snors finnur hérna Gilla. Þetta geti verið glugginn fyrir Aggira til að einfallega klára þetta. Það var ekki gluggan að skila því hann dó með hann.
Já. Aron nær að taka Varian, nú er þetta erfitt fyrir Musteri. Þetta er mjög Spiroinn svart fyrir finnur Musteri. Aron. Rungi finnur svo Thunder Thor og fór Franki neðist til að bakka. Þetta er ekki góð staða fyrir Musteri. Ná hins vegar að taka 2 pikk. Gummi, hvað er þetta að gera? Þeir eru ná að halda þessu Franki Ég og skal segja hvað hann er Gummi. að gera, hann er að stoppa þetta. Vá! Sástu hvað var lítið eftir? Það var ekkert eftir. Það var ekkert eftir. En einhvern veginn náði Musteri að halda þessu Nú bara mega er ekki glæsilega verða á gert. gráðir. Og Franki er með bongóið. Þetta var ótrúlegt. Ég var alveg viss um að þetta væri búið. Gummi Kolma finnur Aron á meðan Aron finnur Varian. Gerist virkilega rætt. Sjá, mér er svolítið últað sjá Agirum, en þeir eru nú svolítið að falla hérna hver á höndum öðrum. Já, en gæti þá tekið sterkan bardaga næst og reynda að klára þetta. Musteri reyna þá að nýta tíma væntanlega og fá sér smá meira útjarts. Thunder Thor tekur Krissa út. Koma sér aftur upp á high ground. En þetta gæti orðið virkilega erfitt. Við erum með, bleitið frá Aroni. Já, nánast bara öll últin hjá Agirum. Já, það styttist óðum í það. Það er spurning hvort þetta hafi verið dræpúsið síðast. Það er spurning, en Spiroinn gæti hins vegar reynt að lyfta þeim öllum upp þegar últin koma til að slökkva á því. Við verðum að fá að sjá það. Hérna koma 2 últ, hérna koma 3 últ, 4, 5, 6 últ. Þau eru bara öll að koma. Það er allt að gerast. Varian nær að drepa Aron. Musteri er að halda þessu. Og Agir notuðu öll últin nema Runga. Þetta er svakalegt. Gummi Coleman, hvað gæi er þetta? Þetta er Gummi Coleman. Hvað er það að gefa honum að borða? Og hann á ennþá bobbinn sinn, eða þú veist, fékk hann allavega eftir þessa rosalegu framistöðu. Hann er búinn að bjarga þeim núna tvisvar. 50 sekúndur og Agirar eru ekki með mikið upp á borðinu. Gummi Coleman situr á bobb. Agirarnir taka rotation upp á high ground. Gummi, búm, Gummi kveikir í Agirum. vel gert. 30 sekúndur sem Musteri þurfa að þrauka í Sjá, með að viðbót. Gilli komið glugga. Gummi með headshoti á Runga. Dínamítið Kveikir. hittir Gilli, kom með gluggan og nú þurfa Agirar að fara að gera eitthvað 20 sekúndur. Og Musteri sitja á 2 últum. Þetta er virkilega spennandi. 15 sekúndur. Agirar hugsanlega í pínu vesenni en Já, og þurfa að Bob fara að snerta. væntanlega leiðið snerta, já. Út kemur Bobbinn. Kemur Bobbinn, sonarpointið, soundbarrierinn frá Thunder Thor Já. og nú þurfa Musteri að finna pikkinn. Rungi er á pointinu. Gummi Coleman er lágur, það er hættulegt. En hann finnur Runga og Varian finnur Avi. Ég held að Musteri sé að halda þessu, Sævar. Búm! Ég held að þessi komið. Útkoma drekarnir, þeir. Þetta er ekki komið. Ég er Nei, að ópeppast. Ég er ekki að ennþá. ópeppast. Musteri. Náðu að Musteri snúa halda við. þessu. Þetta er rosalegt. Óf, fyndu jafnteflið sem þið þurftu. Og það hlýtur að gefa þér smá byrjundu vængina. Það hlýtur að vera Gummi Coleman sem er fyrir núna í Play of the Game. Ég trúi Ég trúi ekki öðru. Fyrir ykkur gæi. Nei, Það það er er Krissi. Zenyatta kóngurinn. Já. Hann spilar DPS hann Krissi. Líka þegar hann spilar Zenyatta. Vel gert Krissi. En Discordið. þetta var ránum hábjörnum dag. Úf, ég er að ná mig niður, ég er að ópeppast. Ég er alveg sko, það er líka bara, ég er að dreipast hérna. Já, þetta er, úf, við Þetta erum er náttúrulega, virkilega spennandi. við erum í sumarskiptunum, það er heitt inni, Já, það er heitt í Hamsi. Úf, það er enginn sem fekk stig núna af því að þetta var jafntefli. þannig við fáum að vera þetta lengur. Já, en það er spurning sem ég get ekki svarað. Nú, já, Það er, núna í jafntefli, hver velur mapp? það er mjög góð spurning. Þá myndi vera Musteri held ég því að þeir töpuðu náttúrulega síðast og fengu að velja þetta mapp. Já, þú meina, þannig að þeir fá bara að velja aftur. Ég held það. Bara aðra tilhörn, ok. Við kunum að meta það. Við erum að gefa þeim fighting chance til að fá meira entertainment. Yes, sir. Já, heyrðu, ég er með pælinga. Já. Ok. Ég er óvægt setja. Er það sant? Já, þú veist, ég er að fara að vera það. Ok. Já. Ok. Tilbúin. Þú voru að gíska. Já. Ertu með þetta?
Halló bæ. Nei, þetta er, ok. Ertu með það? Þú ert ekki með það? Fara? Ég er að fara, ég er að fara, sko. Og þetta er, ég veit ekki alveg hvernig þetta er, sko. Þetta var gott. Já, þetta er slæmt, sko. Það er annað, þetta er annað. Anna? Já, líka. Já, skjóttu bara. Skjóta. Ok, sko. Tilbúin. Já. Ertu með það? Hlaupa. Nei, ég er ekki að hlaupa, sko. Ég veit ekki. Þú svaraðir svo rétt áður og þú svaraðir. Nei. Ég er að ana. Ég er að Anna. maður segir. Nú verður þú að útskýra. Ok. Ég er ekki... Þú ólst upp í Danmörku, þú ert ekki með orðaforðan í. Nei. Ok, ana, að ana, þýðir svona að flýta sér. Að Já, gera það eitthvað svona, er ekki vera að pæla mikið um hverjunu Já, og svona. þannig að þú varst að ana þannig. Já, ég var að ana áfram. Já. Þetta er flókið og ekki fyndið en við leikum okkur að þessu. Já, hlægjum bara að þessu. Það verður gaman að þessu. Heyrðu, hvaða mapp heldur að koma næst? Það er mjög góð spurning. Mustir að velja aftur. Mustur vel aftur. Með ekki velja hérna Ekki velja Hybrid aftur. Hybrid. Nei, ekki velja Hollywood. Nei. Með ekki velja Ilios. Nei. Ætli að sé þá einhver kothmap. Ég held að það sé Nepal. Það er mikið gisk. Ég giska það. Já, það er bara rosalega gott gisk. Já. Ég er náttúrulega alveg upp í Nepal og nei, það er ekkert. Heyrðu, hérna, ok. Þá förum við bara að fara að vinda okkur á Nepal. Það er svona, ég veit ekki, það var ekki mitt uppáhald kothmap. Nei, ok. Af því ég var svo líður á því, hreinlega. En það er svona, það hefur verið að vaksa á mig. Nei, ok. Líka eftir að ég lærði að spila hetjur sem að ná að nýta sér til dæmis gati í gólfinu á Sanctum og eitthvað svona dót. Af því ég var alltaf dífa one trick og mér fannst erfitt að últa á Shrine af því það er stytta í miðunni sem blokkar sidelines. Lett að fela sig bak við það. Já, það er auðvelt að fela sig. Þú veist, ég meina, ekkert stór ástæða til að spila ekki dífa. Dífa geggja þarna samt, skilur. Þú veist, dífa mikið spila þarna, sko. Ég er bara ruglað. Heyrðu, við ferum að vinda okkur inn á Nepal. Já, að það ekki. sjá næsta Við mál. bara skoða þetta. Ok, þá erum við komin á Nepal. Þá er spurning hvort að Musteri ná að nýta sér hann glugga sem voru að búa til fyrir sig til að næla sér í annað stig. Gera það ekki núna. Hvorugt liðið á BAP? Já, það er sko, það er pæling að þeir, þú veist, ég meina, að því að þó þú vinnir ekki leikinn, ef þú fær stig þá hjálpar það þér samt. Algjörlega. Af því að það raðar þér upp í töfluna, þannig að þú vilt náttúrulega, þú veist, ef það er jafntefli á sigrum, að þá náttúrulega græður á því að vera með auka stig, þannig að hvert stig skiptir máli in the long run. Það er mjög rétt. Sjáum að allir að taka frekar varnar meðan leikina. Fyrir utan SKP sem að veður inn í hitliðið. Þetta er hann að búpa þeim inn í sitt lið. En Musteri taka sér fasta stöðu á pointinu, ætla greinilega að ná að kappa snemma til að stela einhverjum prósentum meðan barndaginn er í gangi. Spurning hvort að text. Virðast fá, nei. Fá ekki alveg frí reyni í það. Krissi sprengir hérna Gumma Coleman og Aron hjálpar honum. Úff, Gilli í vesinni hérna. Slappa aðeins. Varian er aftur á simmetrunni. Það var ekki alveg að virka nógu vel fyrir þá, en hann gæti gert það núna. Spyro er missið mekkið, en Musteri er í góðum málum hérna, búnir að kappa pointið. Lítið múst eins og er. Eru komni bara hérna mjög framalega, Gummi Coleman finnir Snorr sem var reyndir að taka út Thunder Thor. Rungi hins vegar með 2K. En er svo pinnaður af Franki. SKP kýtlar pointið, ætlar að kappa það og það tekst. Og Gummi Coleman neðist til að bakka býja til liðinu sínu. Setur press á SKP samt. Ekki leifa boltanum að rúlla bara. Atgerar kappa pointið. Sjá minna, Gummi Coleman er komið með Væsor. Það er spennandi að sjá hvort hann er að ná einhverjum niður með honum. Það er náttúrulega bæði, já, Sigma er með skjöldinn, hann er rungi, þannig að það getur verið erfitt. SKP er dottinni Mines, þetta getur Það er líka mjög nano djúsi að hérna. Út kemur Væsorið. Gilli og Varian
finna sig hvort pikkið, Rungi næstum dottinn út af en sleppur. Franki eins og tekur það bara út. Gummi Coleman hendir í vesenni. Það leit svo vel út fyrir Musteri en það hugsanlega að snúast við eða hvað? Nei, ég ekki viss það. Ég held að Musteri sé að koma yfirhöndan í þessum bardaga. Spyrún hendir í bombi for good measure. Finnur engan en tekur út Mines sem að SKP var búinn að setja á pointið. Mjög hjálplegt, getur verið alveg þess virði. Spyrún teleportar og sprengir svo vegginn. Það allt að gerast hérna. Lyftu upp af Runga. Krissi fann hann að Franki og hendur hann út af. Og Snorr Krissi dottinn í Bob. Rungi finnur varjan. Spurning, Atgeir eru svo nálægt í að kappa pointi hérna. En þetta svo jafn bardagi eða hvað Atgeir eru aðeins að ná að snúa sig sér í hag núna. Franki finnur hins vegar Avi og Krissa! Franki einfaldlega hendir Kriss út á mappinu. Já, en hann þurfti að fara út af pointinu í smá stund og það olli því að Atgeirar fengu að kappa pointið. En núna eru Musteri í yfirtölu og nýta það, íta Runga í burtu. Franki reyndar komin í klandur og lyft upp í loftið, hann fellur væntanlega við þetta, já. Gummi Coleman sem tekur Aron. SKP komið með Mines. Musteri eru ennþá að fá tikkin á pointinu. Afins að finna Thunder Thor. Gummi Coleman smá basli en SKP reynir þetta ekki að það stendur í healing field. Úff, skemmtilega Discord þarna. En Franki til bjargar. Já, en Rungi finnur hann að Spyrúinn og Atgeir eru í fínustu stöðu. Eiga 2 ult og eru með pointið. Gummi Coleman reynir að finna eitthvað á fjarska. 75%. 1-2 bardagar eftir. Gummi Coleman tekin út. Það ekki góða fréttir fyrir Musteri. Snorrs, Transcendence á pointi. Krissi finnur varjan, Spyrún finnur Aron. Spyrún með bombuna. Franki alveg að detta út. Og hann dettur út. Nú eru Musteri í klandri. Náður reyndar að kappa pointið en ég efa það sé nóg. Þeir hérna falla þeir hver að fætur öðrum eins og Dominó-kubbar. Thunder Thor fellur svo við líka. Musteri þurfa að hafa hérna hraðar hendur núna til að ná pointinu. Þurfa að hraðar hendur og eru komnir 99%. Situr ekki neinu ulti. Krissi með Deadeye til að svara þeim þegar þeir koma. Rétt. En ég held þeir náu bara ekkert að koma eða hvað. Ansi tæpir á því, jú, ná að koma. En þarna kemur Deadeye frá Krissa, finnur reyndar engan. Og hér reyndar ýmislegt að gerast. 2 út hérna frá Musteri en Gummi Coleman stikkaður. Það gæti skipt sköpum. En ég held samt að Musteri sé í betri stöðu hérna. Eða hvað? Nei, ég ekki vissu það lengur. Aron að gera mikið hérna, stóra hluti. Spyrúinn reynir að kosta mekkið. Það tekst en nú þarf hann bara að tefja. Lifa af, hann til að liða hans kemur tilbaka. Og það gerir Varjan. Varjan komin, hann á últið. Hann notar það, já, en fellur svo og Gummi Coleman fyrir orð út af mappinu. Næri ekki að kontesta. Úff. Musteri aftur komin í erfiðar stöðu, þurfa að vinna 2 möpp til að fá stíð hérna. Þetta er alveg bardagi upp á við. Já, en gaman á honum samt sem áður. Mjög gaman á honum. Og þetta round hefði ekki getað verið mikið tæpara. Það var 99-99. Og Musteri vorum hársbreytt frá því að ná að kappa því að Atgeir stóð ekki á pointinu. En Atgeir kom sér tilbaka. Sjáum hérna núna að Atgeir skipta yfir í harðasta Brawl Comp. Eða hvað? Nei, en einhvers konar útgáfa Rush. Hárið það. Gummi Coleman heldur sig á hitscan. Þetta geggjar hitscan play. Þetta er rauninni Mirror Comp, nánast. Já, það eru bara Gilli og Snorr sem eru öfugir. Eða öfugir, ekki eins. Hins einn. Já, einhvern veginn. Hérna sjáum við Musteri fljótar á point út af því þeir eru með teleportinu frá Varjan. Seta næstu upp á pointi og það borgar sig Varjan með 2 pikk hérna snemma. Franki finnur svo Runga og Atgeir hann niðast til að bakka. SKP missi mekkið. Það er mjög gott hjá Musteri að ná því. Svo fyrir Gummi Coleman bara tilbaka til að kappa pointið leið og það opnast. TP svo af pointinu en eru með hreiður þar. Og þá er spurning
Hvað Atgeir að gera? Atgeir að konu með semitruna líka. Ætla hugsanlega að reyna að teleporta sér hratt inn á pointi hérna. Komast bak við point, tepja, bruna inn. Það er mitt gisk. Eða hvað, er þeir að fara high ground? Hvar eru þeir að teleporta þarna fyrir aftan? Og þá er Aron að fá allt charti sem hann þarf af Spiroinn. Klárar hann svo, sjá þetta tracking. Hann hangir á targetinu. Þetta er hættulegt hjá hann. Þetta er rosalegt. En hann er tekinn út. Tekinn út af hinni symmetrunni. En Atgeirar ná að snúa sér hérna við. Taka pointið. Musteri komin í 45% næstum því. Já, næstum því. En Atgeirar með 2 ult sitja á symmetrunni og glugganum. Lítið í boði hjá Musteri fyrir kannski Coalescence hjá Gilju. Já, og Musteri þurfa að passa sér að nutti ekki lampa því þá verður Snorsreiður hendur í glugga og skýtur alla í hausinn. Það er rétt. Jæja, hérna kemur glugginn sem ég var að spá. Og nú gerist ýmislegt í einu. Gummi Kólmann, vá, vel gert SKP! Flott svar við þessu Deadeye. En þetta getur fallið algjörlega beggja vegna. Kristinn hún er enda komið Deadeye líka. Mikið últum til henni hjá Atgeirum. Varian vinnur simbattlið aftur. Kemur SKP með Deadeye, nei, vá. SKP með bombuna og Krissi með Gummi Deadeye. Kólmann. Þetta var Gummi Kólmann. Það var einhver. Þá kemur Franki með sjatterið en það er spurning hvort hann getur nýtt það. Já, hann gerir það en einmitt Rungi átti skjöldin til. Hins vegar kemur Spiroinn bomban! Búm! Og Rungi er drepinn á meðan hann Franki er að ferðast með hann og þá er það bara SKP á pointinu sem þarf að missa Mac. Gummi Kólmann finnur á það Aron, já, sem var það líka laufum-púkast. Og þá eru Musteri að taka pointið aftur. Þvílík spenna! Búm, segir Lucio, og ég er sammála. Endalaust back and forth. Já, þetta er mjög jafn leikur. Mér fannst Atgeirar vera með svolítið yfirhönd fyrstu 2 möppin en Musteri er að koma gríðarlega sterkir tilbaka. Algjörlega. Bakka einn á pointið, Spiroinn missir Mekki væntanlega, já. Glugginn kemur út frá gluggi. Snors. Ok, SKP, hendur í bombu. Finnur, það er alltaf falla hérna hjá Það lítur Musteri. ekki vel út fyrir Musteri. Atgeirar gera vel. Ef Atgeirar ná að halda þessi pointi 28% viðbót, það eru búin að vinna. Þá er það 3-0 fyrir Atgeirum. Þannig að Musteri verða að ná að nýta þennan síðasta bardaga, eiga symmetri últið inni, styttist í Gumma, styttist í Franki, Sjatter og Deadeye. En Atgeirar hendi Deadeye snemma. Vel gert hjá Varian að splitta sjónlínunum hans upp en hann finnur samt Franki. Sjáum Gummi Kólmann Þá með kemur Gummi Deadeye. Kólmann líklega með Deadeye líka. Þetta getur verið stórt. Immortalityð langt fyrir. lifði af og nú er Atgeirar í kjörstöðu til að klára þetta bara. Overtime er komið og Musteris menn í vandræðum. Krissi bara hendir í hello. En það er dýrkjöld því hann er bara drepinn en það skiptir ekki máli. Atgeirar eru búin að vinna 3-0. Til hamingju Atgeirar, vel spilað Musteri. Sjáum við play of the game. Play of the game. Franki Boxing. Doppelpinnið. Jæja, Jæja, hvað segirðu þá? já, ég er bara í spennufelli. Já, ég líka. Já, komum vel upp á það. Þetta var virkilega spennandi. Þetta leit út fyrir að Musteri ætlaði að fara að snúa sig við. Já, það var alveg bara vel útlitt fyrir það og ég meina komist í 99% á kontrollmappinu á Nepal og komist í hérna 80% núna. Einmitt. Þetta var tæft. Algjörlega. Þetta hefði getað algjörlega fallið með þeim á betri degi. En 3-0 var niðurstaðan. Já, ekki lýsandi fyrir síðustu 2 möppin, frekar lýsandi fyrir fyrstu 2. Algjörlega. Já, ég myndi það. Já, geggjað leikur, Mjög góð leikur. gaman að vera með ykkur. Gaman að vera til. Já, virkilega gaman að vera til, sko. Já, ég held að við förum það bara að segja þetta gott hérna. Ég held það. Þakkum bara kærlega fyrir okkur, kannski minnum á leiki sem að verða í næstu viku á laugardaginn. Já. Ég man ekki nákvæmlega, ég held að sé
Exi á móti Silfur Og Mustur Akademía. á móti Djöflum. Djöflar. Djöflar? Já, Já, það er gott lið. það er ágætislið. Það er enda mjög leiðt lið, við erum bara í. En já, við bara þökkum kærlega fyrir okkur. Ég heiti Bjartur Hafþórsson Ég er Sævar Snorrason. og við bara þökkum kærlega fyrir samfélgina og bara hlökkum til að vera með okkur aftur næst. Og segjum bara njótið laugardagskvöldsins. Já.